Hjalti Vilhjálmsson, fyrst og fremst velkomin til starfa fyrir Þór. Takk að gæla fyrir. Nú ert þú búinn að vera lengi hjá Fjölni. Hvernig horfir veturinn svona fyrir þér á nýjum stað? Ég hef búinn að vera í 17 ár sem þjálfari á Fjölni, ég hef búinn að vera þar í 20 ár og í rauninni komið tími til að breyta til, myndi ég að segja, og mér hlakka bara mjög mikið til. Nú eru þessi sérfræðingar sem við þekkjum svo vel allir búin að segja sína skoðun á Þórsliðinu í vetur. Flestir ef ekki allir spá liðinu falli. Hvernig tekur þú þessa spá með þér inn í tímabilið? Ég meina það allir að líka okkur við Snæfell frá því fyrra. Sumar hefur verið allir að tala hvað við verum slækir og jari. En undirbúningstímabilið hefur gengið mjög vel og við erum með hörku stráka sem geta spilað og ég hlakka bara til að sýna hvað í okkur býr. Talandi strákana þá mistu Þórsararnir mikið frá síðast tímabili. Kannski ekki náttúrulega einhverju bæst við, kannski ekki reynslumiklir leikmenn, heldur að reynsluleysi eigi eftir að há hópnum í vetur? Ég meina við erum ungir, við erum meðalaldurinn 20 ár og það kemur bara ljós, en auðvitað það helligst reynsla í þessu liði líka. Það eru strákar sem eru ungir sem hafa spilað nokkuð tímabil, en síðan eru strákar sem eru að taka sín fyrst skref í meistaraflokki og það er bara, þeir bara láta vaða. En þá að málum, nú er þetta alltaf að byrja á föstudaginn, farið þið í Hafnarfjörðinn þar sem þið mætið Haukum. Hvernig lítur sá leikur út? Er allir klárir fyrst og fremst? Já, allir klárir og bara spenntir að byrja. Haukarnir bara svipaður og undanfarin ár, sami hópur að ég held og sami þjálfari. Erfitt að mæta í Hafnarfjörðinn, við fórum þangað fyrr og skítöpuðum, þannig að á ekki að breyta því? Jú, við gerum okkur besta. Við bara mætum hana og leggjum bara allt í sölunar. Hjalti, þakka kærlega fyrir. Takk að gæla. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.